annað mark núna á 60. mínútu. Nómum það í bili, við ætlum að fara núna í keiluna og línuna er komin Jón Ingi Ragnarsson sem náði fullkonna leik í Noregi heill og sæll félagi. Blessaður vertu. Og til hamingju með árangurinn. Takk kærlega fyrir það. Herðu, kannski svona, já, áður við förum mótið sem þú varst að taka þátt í og gott betur þá, kannski aðeins að sjálfur, hvenær byrjað þú í keilu? Herru, ég held að ég hafi byrjað í keilu eitthvað í kringum 2001 og svo tók ég mér pásu núna í 2011-2012 tímabilinu og kom aftur núna sem þetta síðasta tímabil. Já. Þannig að þú tókst þig svona nokkuð góða pásu? Já, flutti til Noregs og spilaði aðeins þar og svo tók ég mér smá pásu og var bara að vinna og já, þurfti bara góða pásu til að fá aftur vera áhugasamur aftur og svoleiðis, þannig að ég kom bara sterkar en aldrei áður tilbaka. Þetta er náttúrulega, já, maður þarf við það ekki að vera svolítið í keiluhöllinu svona sem annað heimili til þess að vera góður í þessu? Jú, þetta er mjög mikil æfing, bæði á brautunum og líkamlega og í haustum á manni. Þetta er mikil sálfræði sem að fyrir, þetta er ekki bara keila. En þú byrði í Noregi, hvernig er svona, já, keilumenningin þar? Keilumenningin hérna er nokkuð stór, sko, hún er mun stærri en á Íslandi, en það er eiginlega bara því að það eru fleiri salir hérna og líka aðeins meira fólk sem stundar þetta og svo er náttúrulega fleiri deildir og fleiri lið sem gerir þetta náttúrulega mun stærra. Okay. En tímabilið í ár, bara svona, já, yfir höfuð í keilunum fyrir Íslendinga, það er búið að vera hreint og satt alveg magnað, hvað, já, svona árangurslega séð? Já, þetta er búið að vera frábært tímabil og gaman að sjá líka að keilan er komin mikið í útvörp og í sjónvarp og Íslendingar eru að gera gott erlendis og þetta er frábært. Þetta er alltaf uppleið. Já, makkulega. En hvernig svona, já, þú ert að æfa hvað oft keilu til dæmis að dundi? Ég er í keilu svona nánast á hverjum einasta degi. Ég æfi kannski, já, 3-4 sinnum í viku keilu og svo er maður, þú veist, oft niður í keilu svo bara, já, ekki endilega æfa, bara þú veist að maður er alltaf í keilu þannig að maður sé ekki að spila. En já, þetta mót sem þú varst að keppa á núna í vikunni, Cross Cup, hvaða mót er þetta? Þetta er mót sem er yfir allt tímabil. Þetta er deilt upp í, sko, þetta var fyrir jól og svo er núna eftir jól. Ég sigraði mótið fyrir jól, þetta er 8 mót held ég, 7 mót frá ágúst og fram í desember og svo fara 8 spilar áfram í úrslit og svo spilar fyrsta sætið og 8. sætið og svo undanúrslit og svo úrslit og svo eru peningavelun í desember og svo núna aftur þetta mót núna frá janúar og fram í apríl og það var nákvæmlega sama, fara 8 mann í úrslit og svo er eitt sigurvegari. Já, þannig að það er mikið að keppa. Já, nógum að vera og svo eru fyllt öðru mótin líka og deildin, þar eru við að reyna að koma okkur upp deild úrslitaleikurinn núna eftir 2 vikur. Já. Og það er náttúrulega annar Íslendingur alltaf í Noregi, hann Arnar Davíð? Það er rétt, hann er í Ósló að spila með liðið sem heitir Frognar og svo hann líka í sænsku deildinni, hann er að gera mjög gott á báðum stöðum. Og svo voru hann náttúrulega heima að spila í Íslandsmóti núna fyrir 2-3 vikum og þá var hann í 3. sæti og ég í 4. sæti. Já. Þannig að við munum mæta sterkari tilbaka næsta ári. Já, nákvæmlega. En hérna heima, þú nærði eitthvað að fylgjast mikið með hérna heima fyrir? Já, maður er alltaf að fylgjast með á netinu og fjalla við strákana og svona. Það er alltaf gaman að fylgjast með. Liðið mitt er núna, KFL Lærlingar er í 1. sæti núna í deildinni. Þetta séu 25 stigum á undan næsta liði, reynda með 5 fleiri leikjum. Já. En samt, þetta lítur mjög vel út fyrir það. Já, þú ert ekkert kvíðinn að lærlingarnir klúðra sig einhvern veginn? Nei, ég er full að trúa. Já, ákveðlega. En svona, með hvernig deildin hefur verið núna í vetur, hefur fundist hún verið jöfn? Já, það er náttúrulega margir leikir sem að, þú veist, allir geta unnið alla, skilur, þannig séð, og svo það eru samt oftast þessi 3-4 lið sem eru þarna efst. Það eru lærlingar og svo er það KFLS og IR KFLS og IR PLS og ég held að KFL Stórsveitin sé núna líka í topp 4. Þannig að þetta er mjög gaman og svo náttúrulega KFL er alltaf sterkir líka, sko.
Já. Þannig að það er mjög gaman að fylgjast með þessu. Það verður gaman að fylgjast með líka þegar úrslitakeppnin byrjar. Já, og svo líka, bara Íslandsmót einstaklingar sem fór fram á dögunum, það var hrikalega jafn sérstaklega á köllunum. Já, það var hrikalega spennandi. Þetta var keppni alveg fram í síðasta leik. Þess að segja, Gústi sem að sigraði mótið fór yfir mig, held ég í 7. leik í undanúrslitunum og fór einsast 3. sæti inn í sjávarúrslitin og svo sigraði hann mótið. Þannig að þetta er bara yndislegt að þetta sé svona öðru keppni. Já, okkur. En svona í lokin árinni slepptir, það er svona, hvað er framöndan hjá þér á árinu? Það er núna náttúrulega bara eins og ég sagði áðan að spila þannig klára deildina, reyna að koma sér upp um deild og svo er mót núna helgina í Haugesund og svo er stefnan að koma til Íslands í maí og spila ANF lokamótið og svo er ég að fara til Álaborgar í maí að keppa mótið þar, þannig að það er nóg að gera og svo maður bara æfa og nýta maður sumarið gott í að æfa og svo reyna að koma sér inn í landsliðið aftur. Já, þú aldrei sofnaði í Keilusalnum? Nei, ekki ennþá. Ekki ennþá? Það verður sennilega að gerast. Já, eitt góðan föstudag. Já. Jón Ingi Ragnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og þetta, þú hefur náðu fullkomleika áður eða? Já, þetta var minn 3. fullkomleikur og ég ætla bara að reyna að halda þeim. Þetta er núna annar leikurinn á síðustu 2 mánuðunum, þannig að ég ætla bara að halda þér áfram. Já, þannig að þú stefnir í að ná nokkrum þannig? Ég ætla að reyna það, það er stefnan. Bestu þakkir og gangið vel. Takk kærlega fyrir. Takk sem leiðis, blessaður. Bless. Já, það er alltaf nóg að gera í Keilunni og hérna heima það er náttúrulega bara núna, það er náttúrulega keppt í deildum eins og á morgun þá er í fyrst deild karla sem hefst klukkan 7 og eins spilaði í annar deild kvenna og fyrstu deildinni og annar deild kvenna og svo á miðvikudaginn þá er annar deild karla hefst líka klukkan 7 og svo er bikarkeppni liða karlar 8-úrslitin þar sem að KRC og KFR grænu töffarinn eigast við klukkan 7:30. Svo er Íslandsmót unglinga núna næstkomandi laugardag og hefst klukkan 9 morguninn og einni á sunnudeginum og svo er einni leiki í annar deild karla á Akranesi og þriðju deild karla og fyrst deild karla og svo er að bikarkeppni liða hjá kvenna í Egilshöllinni klukkan 7 kvöldið og Pepsi mót IR er haldið í Keiluhöllinni Egilshöll mitt klukkan 8 á sunnudagskvöldið næstkomandi. Nóg um Keilum bíli, við ætlum að fara núna í hestamennskuna. Allt sem tengist íþróttum